veggjar skálkaðar opnar og hafa svona auka öryggi með því að hafa opnað með slökkvitæki. Þannig að það geta tillit til ef einhver þarna á staðnum að grípa slökkvitæki og loka þessu þá lokast hurðin á eftir. Var ekki sprinkler í þessu húsi? Nei, það var eitthvað sem... Þú hefur aldrei farið í notkun sko eftir að... Nei, en það var eitthvað í þessu húsi sem hefði verið kallað viðvörunarkerfi sem sagt innan girðingar. Við höfum ekki kallað viðvörunarkerfi. Og þetta hús var sem sagt rétt við það að fara í notkun og að búið að staðsetja. Þessi bruni fékk, eftir sem við taldist til 5,5 cm með fyrirsögn í einu dálki í fréttablaðinu. Það var alltaf sund sem hann fékk, en þarna fóru nokkrir tugir milljóna í þessum bruna. Þannig að þetta var tiltölulega dýr bruni því að reykurinn fór náttúrulega út allt og hérna sjáum við sem inn í stigahúsið. Hérna innan við er íbúðin sem önnur íbúðin sem brann og þetta er hurðin sem satt inn í stigahúsið þar strax við. Og eitt af því sem var mjög athyglisvert að sjá í þessum bruna, við sjáum það hérna inn eftir ganginn hérna, það er þetta þykka veggfóður sem er á öllum vegginu þarna. Að það brann langt inn eftir ganginum og fór síðan svona í flygsum niður. Hvað var eldsupptök þarna? Það var annarkvort kveikjari eða eldbíta. Þetta var íkveikja. Alveg mjög greinileg. Þetta er einhvern með salerni, sko, það var ekkert rafmagn á þessu húsi eða vatn. Já. Það var til reyknum sem hafði dreift sér alveg upp á þriðju hæð í gegnum salerni og svona. Við fórum, þegar vorum að skoða þennan bruna, þá fórum við fórum svo inn í húsið fjærst brunanum, þar upp á aðra hæð til við finna reykjarlykt og það var reykjarlykt í öll húsinu. Það var sko sól bara í salerniskálum, sko, það var greinilegt. Og það var þetta upp á þriðju hæð var þetta, ef þið sjáu ég skrifa nafn þarna í sóti þarna, þá var ekki brennuverkur, ég prófaði að skrifa þarna þetta upp á þriðju hæðinni. Þetta fór reykur út allt. Enda semst ekkert skrítið því að þetta hús var náttúrulega mjög mikið hólfað niður og á teikningu bara býsna gott. En það var náttúrulega allar hurðir skálkaðar uppi, opnar þannig að með þurfi einhver hissa því að þetta fór svona. Má ég segja það að öll reykræsting í þessu húsum fór í gegnum öndun á gólfstólum því að aðan reykurinn sem kom frá þau kom upp úr þakinu í gegnum öndunar. Já, og svo náttúrulega bara út um gluggan. Hérna var sem mest í brunin út um gluggan. Þannig að þetta var... Og gluggar á efri hæðinni opnir. Já, þannig að þetta var mjög athyglisverður bruni í sjálfsögðu. Þetta var náttúrulega bæði svona tiltölulega dýr bruni, en þetta er líka mjög athyglisverður þegar maður sér sem sagt bruna þar sem maður er í raun og veru allar brunavarnir í húsinu gerðar óvirkar. Þannig að þetta var svona þess að segja að það er gott bruna fyrir svona það sem finnst gaman að skoða bruna. Var það bara kveikt á einu stað? Nei, það var líklega sterkar tvær íbúðir. Var ástæðan fyrir að voru bara að tryggja loftin í húsinu og svo myndi ekki mikla húsinu? Nei, þetta átt að fara í notkun sem sagt bara þarna held ég helgina var það ekki. Já, en ég búið að selja þetta. Já, þetta kviknar í þessu á þriðjudegi minnum mig. Ég held að það átt að byrja að flytja inn í þetta á helgina eða í vikunni þar á eftir. Já, það aldrei verið sótt rafmagnsbreyting á þessu húsi og þannig að það hefði náttúrulega aldrei gerst. Ég held Síðan mesta vandamálið var að brjótast inn hér. Ég held að með mörg af þessum húsum að þá eru menn ekkert endilega að flytja inn með pappírana. Þeir flytja bara inn og þeir koma eftir. Já, það er að bruna, eða rafmagnsbreyta öllu þessu húsi. Átt eftir? Já, það var hellingsvinni í þessu húsi. Svo hefur farið í gang. Það var það sem að löggan gaf okkur upp. Já, en það var ástæðan fyrir því að það var ekkert rafmagn á húsinu því það hefði ekki spennubreytt. 110 volt kerfi ennþá á því, þannig að þess vegna var ekkert rafmagn. Og það má eiginlega segja það að þarna hefði líka geta orðið mannskaði.
Ég sá sem kveikti í, hann braut sér leið út úr húsinu. Já. En hann hefur ekkert verið nappaður. Já. Það er svona, ef maður labbar eftir Hafnargötunni þá er svona ákveðna sögur á kreiki og hverjir eiga þetta og það var sem sagt mjög margt í raun og veru þegar vorum að rýna í sem sagt frágangsmál og alls kyns svona hluti í þessu húsi, þá var mjög margt athyglisvert í húsinu sem að yrði ekki gert utan girðingar. Hvað veggfóður var það? Þetta er eitthvað alveg sultu veggfóður. Þetta er alveg hnausþykkt. Plast eitthvað? Já, þetta virkaði svona meira eins og pappír. En þetta var alveg hnausþykkt. Það er mjög algengt að setja innan á sérstaklega á blöð. Háta líktur. Já, þetta getur verið einhver Það er svo að tala um brunahólum þar. Svo verður brun og svona kani var ekkert að leggja opasturinn á þessu brunahólum fyrir ofan Keflavík. Nei, enda sér maður að þegar maður fer eftir inn eftir þessu gangi í gegnum stigahúsið og inn í ganginn hinum megin, að þá var greinilega ákaflega vel opið þarna á milli. Þannig að þetta hús sem sagt á teikningu leit þetta flott út, en í praxis var þetta alveg langt í frá að vera í. Er ekki hægt að nota þetta sem svona gott, svona case til að sýna hvað gerist í bruna þegar að einmitt eins og þú segir, búið að opna hurðir og ekki gengið frá og ekki gert allt þetta sem við erum alltaf að hamra á að sé gert. Ég er örugglega með einu 100 myndir af þessu húsi og svona alveg sjá það svart á hvítu hvernig þetta virkar. Og eitt af því til dæmis sem var mjög athyglisvert að sjá, það var ísetningin af þessum hurðum. Ég er svo með aðra úr sama sveitafélagi aðra ísetning á hurðum. Ég veit ekki hvort þetta sé lenskan í því sveitafélagi, en þessi ísetning var ekki samt eins góð eins og svo sem ég sýni ykkur á eftir. En þetta er svona einn af þessum svona áhugaverðu brunum í sem við vorum að horfa á. Nú, þegar við horfum á orsakir bruna samkvæmt útkallsskýrslu grunninum, og þetta er sem sagt, veit ekki hvort að ég að segja svona educated guess frá slökkviljónu út frá hverju er að kvikna. Og þá sjáum við í tveimur efstu sætunum er rafmagnið, raftæki og lagnir og eldavélarnar. Tók það nú sérstaklega út og hann sagði þessi toppur náttúrulega verið stór. Svo sjáum við að íkveikirnar eru þarna kringum 11% og það sem menn viti hvað er 17,7, og svo eru alls kyns aðrar orsakir. Þetta er líka mjög skemmtileg orsök. Það kviknar hjá iðnaðarmönnum og maður segir það oft sérstaklega þegar iðnaðarmenn heyra ekki til, þegar maður er að kenna námskeið fyrir iðnaðarmenn, að ef maður fær sér iðnaðarmann þá ætti maður alltaf að ráða slökkviliðsmann í fullum skrúða með til þess að passa. Því að eitt af stóru tjónunum sem við fengum í fyrra var svona heit vinna eftir iðnaðarmenn. Og þetta er þannig að þetta eru svona alls kyns tölur. Ég raða þess aðeins öðruvísu heldur en þú ert búinn að tína til svona með þessu flokkenda aðeins. Það er ekki að flokka iðnaðarmennina líka? Jó, þetta eru þá spyr maður er þetta smiðir eða flípar sem eru klestir, þá myndi maður segja að þetta væri sútegund. En þetta eru þeir sem að koma með slípir okkar og gleyma kollinum heima og samviskunni og allri varkárni og öllu slíku. Þarna er mjög margir af þessum brunum þarna að kvikni bara út frá Kæruleysi. Þótt það sé ekki skráð sem en þegar við sjáum svo tilkynningarna frá tryggingafélögunum það sem þeirra skráning í sambandi við brunaorsakir, þau skráðu þetta mjög misjafnlega, þannig að þetta er svona
þetta er svona guess, ég veit ekki alveg hvort ég kalla þetta educated guess, en þetta er svona allavega guess. Hvernig þeir að skrá þetta, að þá eru þeir með, sem sagt, þegar við erum að tala tjónstilkynningar, þá þeir með 125 af sem sagt í raun og veru rétt 800 sem eru íkveikjur og tjónið sem í þessum íkveikjubrunum eru kringu 350 milljónir. Svo rafmagnið, þar eru sem sagt rafmagn og raflagnir og eldavélarnar og það. Þetta eru tæplega 300 stykki af tjónstilkynningunum sem þeir eru að fá og þarna við að sjá tæpa 1200 milljónir í ég ætla að sýna rafmagnstyktunum okkar þetta niður í vinnu. Við erum að búa þetta til bara í nótting að þetta er langsamlega stærsta einstaka eða tjón upphæðina. Það í sambandi við rafmagnið og stærsta líka einstaka grúpan. En ég sé það út úr tölunum sem við fáum af tryggingafélögunum, þau eru að skráða þetta töluvert svona mismunandi og svona stundu sér maður sem þeir skrá bæði íkveikju og rafmagn til dæmis. Og þannig að þetta eru svona besta ágifin sem maður fékk út úr þeirra tölum. En þetta er mjög áhugavert að sjá hvað brunarnir í sambandi rafmagni eru stórir. Hérna sjáum við annan bruna áhugaverðan þetta er hurð í flóttalið og það er svona áhugavert að sjá. En svo sjáum við bruna þar sem brunahurðirnar sem eru líka uppáskrifaðar og sannindar, þær eru lokaðar og koma í veg fyrir verulegt tjón. Þarna er kveikt út á stigagangi og hérna sjáum við hurðirnar, þær voru allar sótugar og svona eldmegin, en hinum megin það bara hreinar og ég held að var flutt út úr þessu húsi neitt. Það var bara fljótlega komið inn í það. Já, þannig að hérna sjáum við í raun og veru alveg sambærilegan bruna eins og við vorum að sjá upp á Ásvöldu þar sem aftur á móti brunavarnirnar sem virku og er mjög gott að sjá. Hérna sjáum við uppsetningu á eldarnarhurðum í þessu sveitafélagi sem að hérna er notað eitthvað svona grænfrauð. Eina grænafræði markanum heitir Foxcom 90 og sem sagt, ef maður tekur sænsku leiðbeiningarnar hvernig á að nota og svo íslensku leiðbeiningarnar og ég prófaði að gera það og senda svo á Google Translate til að vita hvað þeir vildu kannast við þessa þýðingu. Þeir algjörlega frábáðu þessi því að íslensku leiðbeiningarnar þá er þetta rosalega fínt og þú getur notað þetta hvar sem og þetta þolir meðfram hverju sem í 2 tíma. Svíarnir segja ef þú notar þetta með steinull og kýttum og svona, þá getur þú notað þetta alveg upp í 60 mínútur. En Svíarnir eru líka svona svolítið öðruvísi heldur en við hinir. Þannig að það er alveg gjörólíka leiðbeiningar á sænsku og íslensku leiðbeiningum. Ég myndi frekar nota það í sænsku. Eignatjónin okkar eru svona í fyrra, þegar við tökum svona línulega nálgun á hvernig vaxa, þá endaði eiginlega akkurat í þeirri tölu. Hérna erum við ekki búin að fá endanlega tölu frá tryggingafélögunum, þannig að þetta er svona ákveðið nálgun líka, en þetta svona nokkurn veginn tvöfaldaðist milli ára. Og þannig við sjáum að meðaltalið er tæplega 2,2 milljarðar en í fyrra voru þetta rúmlega 2,6 milljarðar sem fóru í tjónum og hérna er einn bruni sem er langsamlega stærstur. Hann er hér og hérna sjáum við í raun og veru bara inn í húsi bara hefðbundið svona stórgrenda hús. Hérna sjáum við samlokueiningar sem húsið er byggt úr
og þetta er sem hvíta úritanið sem að menn kalla stundum og þetta er sem bara samlokueiningar úr hvíta einangrunarplastinu og þessar einingar eru bannar og eru búin að vera bannar í síðan líklegast í kringum 78 en menn eru samt að byggja úr þessu og þetta er svona mikið virðulegt hús og eins og þið sjáu þá er hérna búið að skræla hérna bara utan að því og það var hérna töluvert af einingum í þessu húsi. Svo sjáum við hérna sem sagt þegar menn er að setja saman og smíða saman hús hvernig eru blikklæddir veggir og svo sjáum við hvernig reykurinn sem kemur hérna niður í gegnum þessi hérna Bárujós hús og hérna sem ekki er sem langt frá reykþykkt á milli. Og hérna er svo nokkra myndir og þetta er langsamlega stærsti bruninn í fyrra. En af því að sást ekki hérna frá Reykjavík þá fékk hann líka bara eina forsíðu í Fréttablaðinu sem er svo mikið notuð í auglýsingar núna og það var svona mesta fréttaflutningurinn af þessu húsi. Þetta var mjög stór brunn. Hvað var í þessu? Þetta er hausaþurrkur. Þannig að hérna var sem sagt í brunahönnunarskýrslunni bara blautur fiskur og svona sem var alveg óbrennilegur. Það var brunnið inn í 2 eða 3 aðrar svona hausaþurrkanir. Þannig að þetta er hérna... Þessi veggur þarna sem að reykurinn reið niður, já, er hann líka og hvítu komur úr það? Ég veit ekki, hann er skrifað 60 mínútur á teikningar. Guðmundur, ef það er bannað að nota þetta, hverjir eru þá seljar? Og hverjir eru byggingarstjórar og hverjir eru að smíða þetta? Já, og hanna. Já, það er dimmt á Snæfellsnesinu en menn kannski hérna sjá þetta ekki alveg í myrkrinu hvernig á að gera þetta. En þetta er hérna, það kom sending af þessar svona samlokueiningahús hérna fyrir hérna bara árinu, síðasta góðærisárinu okkar hérna 2008. Það var 2000 og eitthvað fermetrar og það var einn slökkviliðsstjóri sem að hafði rekist á þetta bara á byggingarstaðnum og hann hringdi og var að spurja út í hvort að því hann vinnur svolítið í pípulagnir að veit að hérna hvítu skólpurinn eru heldur eldtónar heldur en þessi gráu og hann hringdi og spurði hvort að hann hefði verið sagt það á byggingarstaðnum að þetta væri hvíta úritann og það væri miklu betra heldur en þetta gula. Hann trúði nú ekki alveg og hringdi og spurði og mér skilst að það hús hefði verið sendt úr landi aftur. Það var ekki gert eins og var með eitt af fyrstu úritanhúsunum okkar þetta sem átti að vera hérna, verslun Kaupfélagsins á Árnessík á Selfossi og það var flutt hérna til Reykjavíkur og byggt hérna og mátti eingöngu vera járnlager þar. Núna er það búið að vera bílaverkstæði í mörg ár og búið að byggja við það og þetta er bara harla gott hús. Og hérna og þarna er gert við bíla sem að heita hérna, maður sér þá í baksýnisspeglinum stendur alltaf oflof á þeim. Það má ekki nefna hann í nöfn. En þarna sem sagt erum við að sjá í raun og veru bruna í húsum þar sem að menn eru að nota þessar bönnuðu samlokueiningar. Hvað gera tryggingafélögin? Er það að bæta tjón þar sem það eru að nota bönnuð efni? Nei, þeir sem tryggðu þetta gáðu bara út afkomuviðvörun. Ég veit ekki, sko, það er hérna, og eina ástæðan fyrir því að ég sagði að með þessar tölur þetta 2,6 milljarða, að hérna, það er ekki endanlegar tölur vegna þess að þetta tjón er ekki hérna, orðið alveg frá gengið, skilst mér. Og hérna, en það er líka út af því að við erum líka frá öðru tryggingafélagi ekki búin að fá alveg endanlega tölur. En hérna er sem sagt mjög svona skemmtilegi hlutir á ferðinni. Nú, þetta er nú alltaf mynd sem ég sýni tryggingafélaginu sérstaklega til þess að því að 2005 reiknaði með að þeir hætti að rukka með
iðgjöld af brunatryggingum. Því að við sjáum það að þetta heldur áfram þótt þetta hafi hækkað sem sagt hérna í fyrra, þá halda sem sagt svona tjónin áfram að minnka sem hlutfall af iðgjöldunum. Eða sem sagt af iðgjaldastofnunum skulum við segja. Þannig að það sýnir þó allavega að þetta þó allavega eitthvað á réttri leið hjá okkur. Og þetta síðan fjöldinn af þessum tjónstilvikum sem tryggingafélögin að fá, má segja bótakröfunum, og þau hafa farið upp í 2000 og þetta í fyrra var þetta einstæðar rétt 800, þetta heldur ekki endanlega tala, en svo sjáum við að meðal tjónin komin upp í rúmar 3. Þetta var lengi verið svona rúmlega 1,5 milljón á tjón, en út af tjónin upp á Snæfellsnesi sem fer upp í 3. Þannig en við sjáum að þetta að keyra aftur á móti upp því að svona brununum fer svona í heildina fækkandi. Svo þetta svona eina af mínum uppáhaldsmyndum en það ekki séns að sjá neitt út úr þessari mynd. En þetta samt sko fyrir tryggingafélögin. Og þetta sem sagt skiptingin á milli tryggingafélöganna sem í fyrra eitt var með 50%, 25, 32 og 4, svona cirka bóði. Og sko ekki leggja alltaf mikið upp úr litunum á myndinni. Þetta bara það sem að Bill Gates velur sjálfur. En ef við sjáum hvað tjónin hjá einstaka tryggingafélögunum að sveiflast gríðarlega mikið. Stundum fara þeir eiginlega eins og maður segir niður í ekki neitt og svo eiga þeir alveg sviðið næst á eftir. En þegar ég er búinn að fá endanlega tölu þá sendi ég tryggingamönnum þetta þannig að þeir sjáu svona cirka bát hvernig þessi hlutir eru. Svo eitt af því sem við erum farin að geta séð núna, það hvað sveitarfélögin eru virk í sambandi eldarnefndir. Og þetta sem sagt í raun og veru hvað þau er að skoða mikið og fjöldi sveitarfélaga. Það sem eitt sveitarfélag sem er að skoða allt sem á að skoða samkvæmt brunavarnaáætlun. Það er eitt sveitarfélag. Það eru 31,6% sveitarfélagana sem hafa skoðað nákvæmlega ekki neitt. Það er bara einfaldlega 0. Og þá ef það væru, og svo sjáum við að 13% að skoða upp undir 10%, 20%, 30%, 40% og það eru heldur 3 sem eru komin milli 51% og 60%. Af þeim húsum sem þau eiga að skoða samkvæmt brunavarnaáætlun, þar sem þau gefa sjálf upp að þurfa að skoða. Aftur á móti sá fjöldi af húsum sem tekið fram í brunavarnaáætlunum allt of mikill. Það verið að setja það inn í hús sem í sjálfu sér engin ástæða til að skoða. Þannig að þessi mynd, hún lítur mjög illa út svona en í raun og veru hún miklu betri vegna þess að það eru sem sagt ekki nálægt eins mörg hús eins og sem í áætlun sem þurfa raunverulega að skoða. Öll sveitarfélög með brunavarnaáætlun? Nei, þetta var líka mjög góð spurning. Og þetta náttúrulega þeir sem ekki eru með brunavarnaáætlun, við tókum þá svo sem ekkert sérstaklega út úr þessu, en það eru nokkur sem eru ekki með brunavarnaáætlun. Mjög mörg eru með brunavarnaáætlun sem runnin út og nokkur eru með brunavarnaáætlun í gildi. Hjá sumum sveitarfélögum, af því að hlutir fréttast mjög misjafnlega út um land, þá eru sum sveitarfélög ekki ennþá komin í árið 2003. Þau áttu að vera búin með áætlanirnar þá. En svo við sjáum það að svona stærsta sveitarfélagið landsins, þeir liggja í þessari hrúgu. Og í heildina sem búið að skoða 90% af því sem á að skoða í tölvunum. En þetta er í rauninu fyrst skipti ár sem við erum fann að geta fylgst með í rauninu hvað sveitarfélagin eru að skoða og núna
sett til auglýsingar og er með umsagnarfrest til 10. febrúar reglugerð eldvarnaeftirlit þar sem að skoðunartíðni á húsum er ekki tilgreind eins og er í gömlu reglugerðinni og ef að sveitarfélagi taka í raun og veru brunavarnaáætlun sína og leiðrétta þessar skoðunar eða húsi sem á að skoða með tilliti til þess raunveruleika þá verður þessi mynd á næsta ári miklu betri. En endilega sem ef að er leiðin litið sjónvarpinu í kvöld, farið inn á netið og náið þessa reglugerð frá, hún er inn á heimasíðunni hjá umhverfisráðuneytinu og kíkið yfir hana því að það er náttúrulega að reyna að fá athugasemdir við þessa reglugerð áður en hún er sett. Það er alltaf leiðinlegt að vera að fá einhverja miklu athugasemdir eftir að reglugerðin er sem sagt komin í gildi. Og þetta var frá síðasta myndin, ég var nú alltaf lengi að þessu með það ég ætlaði að vera. Þannig að ef menn eru með spurninga þá mega að koma núna, annars bara segjum þetta gott. Það eru einhverjar spurningar til Guðmundar. Það bara þökkum við kærlega fyrir. Ég bara treyk tilbaka þetta með að einhver áhugaverðir brunar hafi verið. Ég sé það að greina heilmikið að vera. Já, þetta var bara fínt brunar. Já. Þakka þér kærlega fyrir. Við ætlum að taka svona 10-15 mínúta pásu og áður en við tökum til við hringrás. Farið og fáið ykkur kaffi og ég sé að Guðni og Óskar eru búin að baka. Ég áttu bara ekki vona svona mörg. Þú hefði bakað? Við hefðum átt að baka meira. Baka meira? Já. Eða boggi. Þakka þér kærlega fyrir.